12. liður á dagskrá okkar í dag er umræðan sjávarútvegsmál. Það er Jóhannes Bjarnason sem óskar eftir að hefja umræðuna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ástæðan fyrir því að ég kvað mér hér hljóðs vegna þessa máls, það er að segja stefnumótunar ríkisstjórnar í sjávarútvegsmálum, er það óvissu ástand sem blasir við undirstöðu atvinnuvegi íslensku þjóðarinnar í dag. Þetta gengur í stuttumáli út á það að breyta núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi, kvótakerfinu svokallaða, með fyrningarleið, þar að segja að það fyrnist 5% aflaheimilda útgerðarfyrirtækja á ári þar til að aflaheimildirnar eru uppurnar. Kvótakerfið er fjarri því að vera gallalaust kerfi og það hefur verið mikil ósátt í þjóðfélaginu lengi kvótakerfið. Gallar kvótakerfisins hafa verið í raun og veru það sem hefur verið í umræðinni kerfið og þeir hafa svo sannarlega verið til staðar, þessi gallar. Ég ætla síst að gera lítið úr því. Það breytir hins vegar ekki þeirri staðreynd að sú stefnumótun ríkisstjórnarinnar að kynna fyrirbærið fyrningarleið án nokkurrar útfærslu. Það á að fyrna 5% á ári og hvað svo? Hvernig á að útdeila þessum aflaheimildum aftur? Það er engin svör við því. Það er ekki búið að marka þessa stefnu. Að mínu viti þá er þetta afskaplega léleg stjórnsýsla. Það er verið að henda fjöryggi þjóðarinnar upp í loft og það þurfa einhverju aðri væntanlega en að grípa það heldur en þessi fara með þessi mál í dag. Það er mikið talað það að sjávarútvegurinn þurfi núna, ekki síst núna á þessum erfiðu tímum, að standa undir því að bjarga okkur úr þessum ógöngum og það gerir hann ekki með þeirri aðferðafræði sem hér er stunduð. Það er ljóst. Ég ítreka það er engin útfærsla til á þessari leið. Það á bara að taka kvótan af sjávarútvegsfyrirtækjunum, fyrnan og deila honum svo einhvern veginn út. Það veit enginn hvernig. Það hefur engin svör komið við því. Nýskipaður og nýkjörinn sjávarútvegsráðherra, aðspurður málið, hann fer undan í flæmingi, svarar engu, öðru en að það verði væntanlega haft gott samráð við alla aðila málið. Hefði ekki verið villara að hafa samráð við þessa aðila málið og fara síðan í einhvers konar aðgerð á eftir. Það rignir inn núna athugasemdum frá sveitarstjórnum, hreppsnefndum, nefni sem dæmi Grímseyingum sem við tengjumst nú meiri böndu nú en áður. Í morgun var hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps með yfirlýsingu og það var ekkert verið að fara neitt milli við þar. Reiðarslag fyrir byggðarlagið verði þessi leið farin, sagði hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps fyrir hönd sjávarútvegsfyrirtækjanna í firðinum. Ekki síst vegna þess að það veit enginn hvað á nákvæmlega að gera. Við skulum ekki gleyma því að stór hluti af vinnunni í sjávarútvegi á Íslandi felst í markaðssetningu á þessum afurðum sem við erum að selja. Við erum með stór fyrirtæki sem að selja heimsklassa afurð sem þarf að standa skil á sinni afurð á réttum tíma og réttum stað. Bara þessi óvissa gerir þessa vinnu, setur óvissu þætti í þessa vinnu. Þetta er einn ánginn af fjölmörgum. Og ég geti nefnt miklu fleiri aðila sem hafa mótmælt þessari málsmeðferð, ekkert endilega bara þessari hugmyndafræði með þessa fyrningarleið, heldur líka skortinum á útfærslunni sem að ég í 3. og 4. skipti nefni hér að það er ekkert nefnt hvernig á að fara að gera þetta. Segjum sem svo að fara að leigja aflaheimildirnar út aftur.
Í dag mikið talað leigu kvóta sem að ákveðnu útgerðaraðilar þurfa og hafa þrifist inn í kerfinu, hafa leigt til sín. Þeir hafa leigt til sín kvóta og stunda sína útgerð. Það mikið það rætt að þeir sem að leigja kvóta, það eru líka þeir, ekki allir en margir, sem nýta auðlindina verst. Það eru þeir sem þurfa að gera mest úr þessum afla sem þeir hafa. Nú ætlum við að gera alla að leigutökum. Mun það bæta umgengnina auðlindina? Ég held að svarið sé nokkuð augljóst. Hvert hlutverk sjávarútvegsins hérna á Akureyri og Eyjafirði? Það er gífurlega mikið. Við erum með fyrirtæki hér, Samherja, sem með á 700 manns í vinnu á Íslandi. Stóran hluta hér við Eyjafjörð. Þeir eru eina kjölfestum atvinnulífsins í firðinu. Þeir hafa frekar nærri enga hugmynd það hvað þetta býður upp á í framhaldinu. Þeir eiga tækin og tólin til þess að stunda þessar veiðar. Þeir hafa tækin í landi til þess að vinna úr þeim. Eru einhverja aðrir aðilar í raun og veru betri en þeir til að stunda þennan vinna úr þessar auðlind? Eru einhverja aðrir hæfari sem að munu gera þetta betur? Mun fjölgun smábáta með frjálsum strandveiðum, mun það bæta umgengnum auðlindina? Mun það bæta markaðsstarfið og auka öryggið á afhendingu á afurðum? Ég eftirlæt bara bæjarfulltrúum að svara þeirri spurningum. Við erum hérna með Brim sem með töluvert á annað 100 starfsmenn í fiskvinnslu og ætla að bæta við þessi 30 starfsmennum í sumar. Það er svo mikið að gera. Heyrði þetta ekkert útfærsluna á þessu. Ekkert frekar en allir hinir sem ég hef nefnt. Fleiri þjónustaðalar og fleiri smáfyrirtæki hér við fjörðin og stór líka sem að stunda þetta og veit ekki neitt. Það er augljóst að bæjarfulltrúum Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs mjög skemmt yfir þessar umræðu. Ég verð að játa það að það hefur vart komið það mál hér inn á dagskrá sem ég hef haft meiri áhyggjur af í langan tíma. Ég held að væri líka ágætt fyrir þá sem eru hlynntir þessu fyrirkomulagi svo langt sem það nær að skoða vel hverjir það eru sem að setja þessu upp á móti þessari hugmyndafræði. Það nefnilega ekki bara útgerðarmennirnir. Vill svo til að það eru líka þeir sem fara með stjórnun og sveitarfélögum, sum stéttarfélög, sum hagsmunafélög fyrir þessa aðila og forsvarsmenn þeirra. Þeir lýsi við furðu sína á þessu. Og enn vitum við ekkert framhaldið. Kvótakerfi eins og ég sagði áðan, það var fjarri því og fjarri því að vera gallalaust. Stærsti gallinn sá sem ég nefndi áðan. Það hefur verið hægt að leigja frá sér kvóta. Það hafa verið til nokkrir skjalatösku útgerðarmenn á Íslandi sem hafa leigt kvóta dýrum dómum. Aðrir hafa verið að taka þennan fisk og veiða með miklu minni framlegð heldur en ella væri. Þetta auðvitað það sem átti að vera búið að stöðva fyrir löngu síðan. Og ég hef engar skýringar á hverju ekki löngu búið að taka út úr þessu kerfi. Svona framsal á kvóta milli fyrirtækja, þar sem menn að skiptast á tegundum, hann sjálfsagður í þessu kerfi, en þessi hluti hefði átt að vera farin út fyrir löngu síðan. Og ég sannfærður það að ef okkur hefur borið gæfa til að koma þessum þætti út, þá væri umræðan þetta kerfi allt önnur í dag. Útgerðarmenn eru yfirleitt settir nokkurn veginn í einn flokk. Þetta eru flokkur manna sem svona í gróðabusiness og eru að flestir hverjir að leigja frá sér kvóta til þess að hafa því mikinn hagnað. Þetta alröng fullyrðing og það sést vel á skrifum útgerðarmanna og útgerðarfólks hringir í kringum landið í fjölmiðla. Sérlega góð grein frá útgerðarfjölskyldu á Rifi á Snæfellsnesi í Morgunblaðinu helgina. Þess að þau lýstu uppbyggingu síns fyrirtækis, hvernig þau komið sér inn í kerfið með því að kaupa sér inn í það, byggtu fyrirtæki hægt og rólega og lægið svo alltaf undir þessu ámæli að þau væru í kvótabraski. Þau sögðust ekki vita betur og tala sérst á mikilli þekkingu það
og útgerðarmenn yfir höfuð á Snæfellsnesi væru í útgerðinni til þess að hámarka verðmætin úr þessum atvinnuvegi og gera mönnum kleift á að vinna og afla fisksins á sem hagkvæmastan hátt. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Þeir sem hafa verið að leigja kvótann, þeir hafa sett stóran blett á þetta. Og þeir aðilar eru hins vegar miklu færri heldur en hefur verið talað. Langflest þessara stóru fyrirtækja með einstaka undantekningu og reynda með einstaka árum inn á milli eftir í hvernig skipastóllinn hefur þróast að veiða sem kvóta eða reyna það. Það tekst reyndar ekki alltaf því að stundum verður hreinlega aflabrestur eins og í lóninni. Hvernig var umhverfið í sjávarútvegi þegar kvótakerfi var sett á? Hvað var búið að reyna áður en að kvótakerfi var sett á? Skrapdagakerfið, sóknardagakerfi. Það var búið að reyna mörg kerfi, þau bara gengu ekki. Það var ekki hægt. Menn voru að sigla hér á stórum togurum, þar sem við mátt ekki veiða neitt annað en einhverja skraptegundir. Lulla hér hringinn í kringu landið í örvæntingafullri leit að einhverju bleiðu þar sem ekki var þorskur. Þetta gekk ekki. Það er engin hagkvæmni í þessu. Og allra síst núna undanfarin ár þegar olíuverð hefur verið eins og það hefur verið. Það var nefnilega að fara í þetta kerfi vegna þess að útgerðin var komin í strand. Hún var meira og minna á haustnum, búin að vera það oftar en einu sinni. Gengisfellingar einu sinni 2 ári til að koma útgerðin á lappirnar aftur og aftur. Kvótakerfi hafði svo sársaukafullar hliðarafleiðingar vegna þess að þá hófst hagræðingin í greininni. Og ég ætla ekki að verja allt sem þar hefur verið gert. Fyrirtæki hafa safnað til sín kvóta til þess að auka hagkvæmnina af þeirri starfsemi sem að fyrirtækin hafa stundað. Margar litlar einingar bara hreinlega báru sig. Og þegar kvóti minnkaði, þá gerðist það bara hreinlega þannig að það voru fyrirtæki hringir í kringum landið sem stóð einfaldlega þannig að þau stóð ekki undir rekstrinu lengur. Þess vegna var þessi samþjöppun sem hlýtur að vera út frá þjóðhagslegum grunni hagkvæm, einfaldlega vegna þess að skilar þessi atvinnuvegi meiri arði. Hún hafði vissulega sársaukafullar afleiðingar. Hafði þar afleiðingar að það voru ákveðin pláss sem að mistu kvóta sem fór annað með þeim afleiðingum sem við þekkjum. Tók ekki þátt kannski í þessum dansi fyrir nú seint og þær sögu þekkjum við tallir. En svona var umhverfið þegar kvótakerfi var sett. Þá búið að reyna fjölmargt. Ég var sjálfur sjómaður þá eins og sjálfsagt 2 aðrir inni á þessum tímum skrapdagakerfisins. Það var ekki eftirsóknarvert fiskirí að skrölda því, það get ég sagt ykkur. Nú, fyrningarleiðin sem ég er að nefna, hún tekur þess að 5% af þessum kvóta árlega. Og hvernig hafa þessi fyrirtæki orðið sér út þennan kvóta? Það er allur gangur á því. Langflest þeirra hafa samt sem áður keypt til sín aflaheimildir, skuldsett sig með því að kaupa til sín aflaheimildir. Og síðan á bara að taka þetta í 5% skrefum bótalaust tilbaka. Ég geti nefnt ykkur nokkuð dæmi að útgerðarmönnum sem ég hef persónulega haft samband við og rætt við sem skilja bara ekki hvaðan á sig stendur verið. Þeir eru búin að fjárfesta fyrir 100 milljóna í fiskveiðiheimildum til að standa undir sínu rekstri og bæta jafnvel í sig rekstur og svo er þeim sagt núna þá að afskrifa þetta aðeir nokkuð próst ári án til uppurði. Og þegar þeir spurja hvað kemur í staðinn, þá eru engin svör, enn og aftur. Útfærslan er eftir. Verður unnin í nánu samstarfi við þessa aðila. Ég held að þetta nána samstarf sé eiginlega bara bolleggjandi nú þegar. Menn vilja ekkert og get ekkert ábyrgjumenn í rekstri setja uppi með skuldir, 100 miljónir, jafnvel milljarða. Og verðmæti sem slíkt sem er fjárfest í, það er bara horfið og þeir þurfa að fara að leigja það aftur tilbaka. Og eins og ég myndist á áðan, höfum við góða reynslu á þeim sem er að leigja kvóta í dag aðganginn á auðlindinni? Svarið er nei. Hvað haldið að brottkasti sé mest? Ef einhver leigir fyrir fleiri 100 krónur, haldið því að hann sé að hirða alla smáfisk? Nei, það er talað brottkast í kvótakerfinu. Var ekkert brottkast í gömlu kerfunum sem voru með áður.
Voru menn þá að hirða allan smáfisk í tonnavís? Svarið einfalt, nei, það gerðu þeir ekki. Það ekki flóknar að svara því heldur en nákvæmlega þannig. Einn sá hængur á þessu kerfi sem oft nefndur og það og að réttu að hluta til að menn hafa verið að ganga út úr þessum atvinnuvegi stórauðu í menn. Og þá jafnvel vegna þess að þeir eru að selja frá sér kvóta eða fyrirtæki þar sem þeir hefðu fengið kvótan upphaflega frá ríkinu fyrir hófu starf. Ég ætla ekki að gera lítið úr því í einstaka tilfellum að finna sögur sem að vildi ekki heyra úr í því sambandi. Í sömu tilfellum það þó þannig einfallega að menn fara inn í þetta sem betur fer, sumir en þá, því miður hefur það fækkað, sem bara hreinlega business. Ætla sér að fara í sjávarútveg til þess að græða á hann. Það bara gott ef það hægt. Það nefnilega ekki hægt víðast hvar í Evrópu. Það allt rekið með bullandi tapi. Menn selja sér svo út úr í aftur og sumir með hagnaði og aðrir ekki. Við skulum ekki gleyma því þegar við tölum alla þá sem hafa hagnast á þessu kerfi með því að selja sér út úr í, að það ekkert bara einhverju einstaklingar sem nú eru vellauðu í menn. Við skulum líta okkur kannski aðeins nær sem hér sitjum. Akureyrarbær seldi sér út úr þessu kerfi. Hagnaðist á því ákaflega vel. Fór hér í framkvæmdir sem hann hefði aldrei getað farið í nema að skuldsetja sig mikið nema að hagnaði á sölu og útgerðarfyrirtæki. Ságjörningu var samþykktur í bæjarstjórn án móttakvæðis á sínu tíma. Það eru fleiri sveitarfélög sem hafa selt frá sér veiðiheimildir. Ég vil taka það fram á þessu stigi. Ég gæti sennilega verið hér fram með miðnætti og rætt þessi mál út frá fleiri vinklum. Kerfin öll sem hafa verið í þessu. Smábátakerfið. Nú á að fara að heimila smábátaeigendum að veiða frjálst við strendur landsins. Hvort sem það eru, ég þekki ekki, það ekki búið útfæra það ennþá. Hvort að hobbykarlarnir eða aðrir komist þar inn eins og allir aðrir og geti veitt frjálst í einhver tíma og tekið til sér þau verðmæti. Ég þekki það ekki. Sá afli verður náttúrulega ekki tekið nema bara af öðrum sem að stunda þennan veiðiskap í dag. Sjálfsagt að hafa smábátaveiðar með öllu öðru í þessari flóru. En það þarf að gilda það lögmáli sem allt annað. Eins og þið heyrið að þá finn ég ekki þessari fyrningarleið, ég finn enga kosti við þessa fyrningarleið eins og staðan núna. Ég get þetta ekki úttala með endalega það, af því að ég, eins og ég er búin að segja, hef margoft þekki ekki útfærsluna á þessu kerfi. Það ekki talað það núna hvort eigi að bæta mönnum þetta eitthvað upp eða hvort að menn fá einhvern forgang á kvóta eða einhvern skapaðan hlut, það veit enginn. Hitt veit ég að þeir aðilar starfandi í útgerð og þeir aðilar sem starfa og eru með fingurinn á púlsinum í þessum atvinnuvegi, að þeir eru afskaplega kvíðnir. Þeir vita ekkert hvað býður þeirra í sínu rekstri. Ég er búinn að tilgreina hér nokkra þætti sem að menn í þessum atvinnuvegi hafa áhyggjur af. Ég ætla hins vegar að hafa það með síðustu orðum þetta áður en ég kem fram með hugmyndabókun. Hvað á að gera í staðinn? Hvað á að gera ef ekki á að fara þessa fyrningarleið? Ég nefndi það hér áðan. Það þarf að stöðva þetta kvótaframsal þar sem menn að leigja frá sér aflaheimildir eða veiðiheimildir til annarra, liggja svo jafnvel bara á Kanaríeyjum og njóta gróðans. Það á ekki að vera inn í þessu kerfi. Fyrirtæki sem veiðir ekki kvótan sinn, það á ekki að halda honum. Það eru auðvitað undantekningar á því. Skip, bila, það verður aflabrestur, það þarf að reikna það einhvern veginn inn í kerfið. Það ekki gott að gera það hér í örfáum orðum með að segja hvernig það á að koma út. En við verðum að halda þessum grónu, traustu útgerðarfyrirtækjum sem halda okkur upp á löppunum í dag í því efnahagsástandi sem að hér ríkir. Við verðum að halda þeim á löppunum þannig að þau verði aðal stólpinni því að leiða okkur út úr þessu vanda.
Það er fínt að tala um þetta í einhverju orðskrúði en fara svo einhverju aðgerðir sem setja allt upp í loft í framtíðar stefnumótun þessara fyrirtækja. Ítrekka það, þessi gallar á þessu kerfi, þeir eru til staðar, hafa verið það lengi, þeir hafa verið mjög mikið í umræðinni. Á móti kemur að kostirnir við kerfið, þeir eru fjölmargir, tækin eru til staðar, fyrirtækin með þekkinguna, reynsluna eru til staðar. Er það meiningin að finna aðra aðila sem eiga að koma að þessu rekstri? Eða á eingöngu að breyta þessu þannig að viðkomandi aðila sem hafa keypt til sín þessar veiðiheimildir að þau láti þau frá sér og fara að borga fyrir leigu? Það myndi hafa gífurlega áhrif hér á atvinnulífið fjörðin hjá okkur. Það er öllum ljós sem vill að sjá. Eftir því hvernig þetta er allt saman útfært. Ég ætla, eins og ég sagði áðan, að varpa hér fram tillögu að bókun sem að ég varpaði fram þá til umræðu og er alveg opið fyrir því að það verði einhverja breytingar gerðar á henni og út í það fer. Hún er svona með leyfi forseta, bókun vegna sjávarútvegsstefnu ríkisstjórnar. Bæjarstjórn Akureyrar skorar á ríkisstjórn Íslands að endurskoða þau áform sín að fara svokallaða fyrningaleið í úthlutun fiskikvóta gagnvart útgerðarfyrirtækjum á Íslandi. Flestum ber saman að núverandi kvótakerfi gallað og mun eðlilega er að sníða þá vankanta af en að fara þessa leið. Rekstrargrundvöllur og áætlanir er í uppnámi vegna fyrirhugaðra breytinga og við slíkt getur undirstöður atvinnulífs þjóðarinnar ekki búið til lengri tíma. Herma Jón Tómasson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta mál er eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Jóhannesar tekið upp í framhaldi af umræðu sem að framfór í bæjaráði síðastliðinn fimmtudag. Það sem við fengum heimsókn formanns Útvegsmannafélags Norðurlands og hann kynnti sín sjónarmið varðandi áherslur núverandi ríkisstjórnar í fiskveiði stjórnunarmálum. Það hefur verið svona megin afstaða okkar sem að sitjum í þessu meirihluta að reyna þegar að kemur umræða mál sem er í rauninni á vettvangi Alþingis að ná það samstöðu að senda frá okkur sameiginleg skilaboð héðan úr bæjarstjórn eða bæjaráði og virða þannig mismunandi sjónarmið flokka, reyna semst að tala einum rómi málið fyrir hönd bæjarins, láta síðan Alþingi eftir þar sem að málið er í umfjöllun og á þess forræði að taka afstöðu til þess endanlega. Þetta reyndi ég að gera með tillögu að bókun á bæjarráðsfundi síðastliðinn fimmtudag og ég vil með leyfi forseta fá að lesa þá bókun vegna þess að ég held að hún sé bókun sem að allir bæjarfulltrúar geti sameinast og hún er svo hljóðandi með leyfi forseta. Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs segir meðal annars, tilvitnun hefst, íslenskur sjávarútvegur mun gegna lykilhlutverki við þá endurreisn atvinnulífsins sem framundan er. Það er því afar mikilvægt að skapa greininni bestu rekstrarskilyrði sem völ er á og treysta þannig rekstrargrundvöllinn til langs tíma en jafnframt verði leita sátta stjórn fiskveiða. Tilvitnun lýkur. Bæjarráð Akureyrar tekur heils hugar undir þetta. Það er löngu tímabært að skapa vinnufrið í íslensku sjávarútvegi og ná sátt stjórn fiskveiða. Bæjarráð leggur áherslu á að við fyrirhugaða endurskoðun laga stjórn fiskveiða verði haft samráð við hagsmunaaðila í sjávarútvegi með það að markmiði að tryggja að fiskveiðar og vinnsla Íslendinga skapi þjóðinni sem mest verðmæti. Jafnframt verði áhersla lögð á að eyða eins fljótt og kostur er þeirri óvissu sem skapast hefur vegna þessarar fyrirhuguðu endurskoðunar. Ég held að allir bæjarfulltrúar geti sammælst texta í þessa veru. Legg þessuna til að tillaga bæjarfulltrúa Jóhannesar henni verði vísað til bæjarráðs til frekari umfjöllunar, vísað frá hér og við klárum málið þar. Takk fyrir. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka Jóhannes G. Bjarnasyni fyrir að taka þessa umræðu upp. Ég held að hann hljóti nú að vera óþarflega svartsýnn, en ævinlega þegar að rættir annað eins og endurskoðun á kvótakerfinu þá þarf maður auðvitað að vanda sig og það eru mjög vissulega margar hólur sem þar þarf að kíkja í. Það mörg matarhólan og auðvitað getum við öll verið stolt af því að hafa komið á kvótakerfi þó það er sko aftur alveg önnur hlið á því að það auðvitað það sem hefur hjálpað okkur til að stjórna veiðum og við erum öfunduð af því hvernig við höfum náð tökum á því að skipuleggja stjórna veiðunum. En það reyndar þannig að það nú hlaupið upp til hand og hót og síðast ári var ekki 160.000 tonna þorski og höfðu nú ekki Hafró menn haft svo mikið í huga þá. En hitt aftur annar mál og þetta náttúrulega svo mengallakerfi og það svo ótrúlegt hvernig það var sett á í upphafi að framsali skildi vera leyft og liðið og ekki tekið betur á því. Og þegar það útleikt og sá sem leigir fær 98% af tekjunum. Fyrir 10 árum var settur upp einhver vísindasjóður eða rannsóknarsjóður ef mann rétt, fór ekki 1-2% í hann. Og það alveg ótrúlegt, en við getum ekki horft upp á þetta lengur. Og mig langar til að benda á sjávarútvegsstefnu VG, það nú bara gott að fara á vg.is og lesa hana og ég var nú að bera saman sjávarútvegsstefnu flokkana og ég verða að segja að það afar hreykina minni sem á vg.is. Að vissulega nauðsynlegt að standa vörð sjávarútveginn, þó það nú væri. Og það að heyra á málflutningi Jóhannesar G. Bjarnasonar eins og fiskurinn hafi verið hægt að veiða það verið lægjónsmenn og prjónakonur sem fáið kvótan. En sko það algjör óþarfi að mála svona dökka mynd af þessu. En það algjört frumskýrði að breyta þessu með framsalið. Það algjört lífsspursmál fyrir þessa þjóð að hún gerir sig grein fyrir því að hún ætlar að eiga auðlindina saman. Og umræðan síðustu daga, þá dettur manni bara í hug, sko, hvar talað jafnræði og þjóðareign? Þegar að maður heyrir fólk fjalla þetta þannig að þetta sé eins og þetta hafi fengið þetta í arf frá forfeðrunum og algjörlega prívat. Þetta sé eins og eignagáss eða óðal. Það þarf að fara að taka á því þannig og þess vegna held ég að innköllun og það að safna heimildunum saman aftur þannig að það sé algjörlega ótvírætt að við eigum þetta öll sem saman. Hvort sem það verður síðan lánað áfram þeir sem eru búin að veiða hafa verið með þetta undanfarið eða leigt á mjög sanngjörnu verði og að sjálfsögðu verður einhver sátt að nást það. Það nú ekki verið að rífa þetta upp núna til þess að skilja síðan við það allt í bullandi ósátt. Þorra þjóðarinnar. Og með leyfi forseta þá langar mig til að lesa aðeins úr sjávarútvegsstefnu VG. Það jafnræði og þjóðareign. Með sérstöku ákvæði í stjórnarskrá verður tekin af allur vafi að fiskistofnarnir umhverfis landið séu sameign þjóðarinnar. Á úthlutun aflaheimilda ber að líta sem tímabundin afnotarétt og þær myndi undir engum kringumstæðum eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir heimildunum. Enn finnum við rétt til að bregðast formlega við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna að kveða í lögum á að jafnræðis verði gætt við úthlutun afnotaréttarins og veittu aðgengi að henni sameiginlegu auðlind. Við þurfum að taka líka á öllu þessu brottkasti, við þurfum að skoða þetta mikið á þann veg að við gætum jafnræðis. Við veitum alveg nákvæmlega hvernig kvótinn hefur safnast á færri hendur sífellt og hvernig fasteignaverð hefur bókstaflega hrunið í sjávarútvegsbyggðunum sem hafa mist frá sér allan kvótann. Þetta hefur haft alveg gríðarleg áhrif. Ég hef nú bara engan mann hitt sem segir ekki að þessi sjávarútvegsfyrirtæki eins og Samherji og Brim þau séu bara algjörlega til fyrirmyndar. Þannig að ég hef ekki, mér hins vegar og hreint ekki skemmt. Það einhver misskilningur að mér sé eitthvað skemmt yfir því. Að þurfa að fara að rekja þetta algjörlega upp og fara að breyta því á vissan hátt hvernig
hvernig þetta hefur gengið fyrir sig, en ég vil breyta því líka að það verði algjörlega ljóst að þjóðin eigi þessu auðlind og það bara hreinlega ekki alveg á hreinu í dag. Það auðvitað alveg hreiðilega erfitt að horfa upp á það að sé 500 milljarða skuld í sjávarútveginum. Hvert hafa ekki einhverjir peningar farið út úr greininni? Ég sé ekki betur en hafa nú eitthvað gert. En auðvitað þessi atvinnuvegur líka skuldugur vegna gengis og vaxta hækkana eins og aðrar atvinnugreinar. En þetta kom svona eiginlega á laggirnar áramótin 83-84, það hefur ekki verið endurskoðað. Endurskoðunin síðast á kvótakerfinu, hún var afar máttlaus og kraftlítil og ég vona að þessi endurskoðun sem framundan hún færi þjóðinni verulega gott og ábatasamt kerfi sem við getum notað þá minnst kosti næstu 10-20 ári. Og ég alveg viss að það algjörlega ástæðulaust að ímynda sér það að ríkisstjórnin hún sé fyrst og fremst að gera þetta til þess að ganga í skrokk á útgerðarfyrirtækjum sem nú eru. Það alveg, getur enga megin staðist. Þeim verður endurúthlutað á ábyggilega sanngjarnan hátt og útgerðirnar sem fyrir eru og hafa notað kvótann, ég get bara ekki séð neitt annað fyrir mér heldur en að það verði mjög sanngjarnt hvernig þeir geti náð aflaheimildum til sín áfram. Það magnað að úthluta einhverja af strandkvótanum og koma honum á þá staði sem verulega geta nýtt hann, geta veitt hann sjálf og þurfa ekki að leigja hann frá sér og geta vil þá nýtt hann og helst nýtt hann og fullunni hann heima fyrir. Og það hlýtur að vera þörf á því að skoða það hvernig við blöndum, hvernig við notum bæði fleiri tegundir veiðarfæra og sækjum sjóinn á annan hátt en við höfum eða á fjölbreyttari hátt en við höfum gert undanfarið. Mér fannst nú í upphafi þegar kvótanum var nú úthlutað, af hverju fengu fiskverkakonur ekki einhvern hluta af kvótanum? Þetta voru bara sjómenn, ég hefði bara viljað að frist í húsinu eða sérstaklega fiskverkafólki hefði nú átt einhverja hluti í honum. Já, útgerðarmenn, ekki sjómenn, já. En ég held að það sé ég algjörlega sátt við þá bókun sem fór frá bæjarráði og ég mun standa með henni og þá bókun sem Hermann Jón Tómasson las hér upp á hann og sé enga ástæðu til að hafa hann á neitt öðruvísi. Og ég mjög bjartsýn á okkur takist að koma mörgu til betra horfs með því að endurskoða og fara í þessa heilmiklu endurskoðun á kvótakerfinu en það verður auðvitað að gera með því að kalla marga að samningaborðinu. En ég þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Kristín Sigfúsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Kristján Þór Júlíusson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú þakka Jóhannesi Bjarnasyni fyrir að vekja þessa umræðu hér. Ég held hún sé fullkomlega þörf fyrir Akureyringa að ræða í ljósi þess mikilvægi sem að sjávarútvegur bara fyrir þetta sveitarfélag og þetta svæði landsins sem Eyjafjörðurinn Og það rétt líka, ég vil taka undir því orð sem kom fram hjá formanni bæjarráðs í áðan að þegar mál sem þessi hafa komið inn á borð bæjarfulltrúa Akureyrar þá reyna menn að ná sameiginlegri niðurstöðu í þeim til þess að koma áfram til stjórnvalda þegar því að skipta frekar heldur en að menn sé að taka hér einhverja pólitíska stöður í einstökum málum. Og það hið besta verklag. Ég held að sé hins vegar alveg nauðsynlegt að það komi fram hér í umræðu sem þessari ákveðna atriði og nauðsynlegt að bregðast við, ekki síst í ljósi orða Kristínar Sigfúsdóttur áðan. Það sem að kemur fram í rauninni að í hennar orðum að mesti gallinn og mesta óréttlætið í þessu kerfi sé það hvernig það var sett á í upphafi, það að segja frjálsa framsalið. Og ég held að sé þá hollt að hafa það í huga hvernig það var sett upp, ekki síst í ljósi þeirra gagnrýni sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir þegar hann hefur verið að verja atvinnuréttindi manna í þessari grein. Hann var á móti því þegar þetta var sett á laggirnar, þessu kerfi var komið á í stjórnartíð vinstri stjórnar Steingríms Hermannssonar þegar fiskveiðistjórnarkerfi var sett á með frjálsu framsali. Það vill svo til að
2 af ráðherrum þeirra ríkisstjórnar eru núna við störf á Alþingi. Það er forsætisráðherrann og fjármálaráðherrann, það er Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon sem voru ráðherrar í þeirri ríkisstjórn sem kom þessu kerfi á sínum tíma. Þar liggur höfuð vandinn í þessu frjálsa framsal og menn vissu alveg nákvæmlega hvað þeir voru að gera á þeim tíma. Það var ekki verið að fela ranglætið, það var verið að skerða atvinnuréttindi þeirra sem voru í greininni. Það var verið að ganga á atvinnu fólks út allt land með þeim hætti að það var settur kvóti á það magn sem við máttum taka upp úr sjónum. Og það var verið að skerða afkomumöguleika þeirra sem fyrir voru í greininni, jafnt sjómanna, útgerðarmanna sem fiskvinnslufólks. Þannig menn vissu og gengu að því vitandi vits hvað myndi gerast. Og skerðingin var þar af leiðandi alveg óhjákvæmileg og það hefði þá alveg eins verið, mátt segja að það hefði þá verið ranglátt að skerða þetta með þeim hætti að taka allt af þeim sem voru að stunda þennan atvinnurekstur og úthluta eða selja til þeirra sem ekki voru í honum. Þetta var leiðin sem valin var að fara á þessum tíma og vissulega eins og hér hefur komið fram og í ágætri yfirferð Jóhannesar Bjarnasonar þó nokkuð að göllum í þessu kerfi eins og það liggur fyrir, ekki endilega í því hvernig þessu stýrt eða tökun úr takmarkaðri auðlind, heldur kannski miklu fremar hvernig viðskiptin ganga síðan með þessar veiðiheimildir. Menn hafa verið að ræða hér þetta sé svona stórkostlegt að þessar frjálsu handfæraveiðar sem boðaðar hafa verið. Þar á að taka byggðakvótann sem margir hafa nú rifist mikið og nýta í þessum tilgangi. Þar voru 6.000 tonn. Af þessum byggðakvóta 6.000 tonnum eru 2.000 tonn cirka í öðrum tegundum með þorski sem að tæpast veiðast nú í því magni á handfæri eða krókum. Menn hafa ekki hugmynd það ennþá hvernig á að standa í því að veiða þetta eða úthluta þessu. Ég vil vekja athygli þeirra sem áhuga hafa á líffræðilegum fjölbreytileika. Af tæpast gengur þetta nú upp að ganga með þessum hætti að gefa frjálsar sókn í staðbundna þorskstofna sem að niðurstöður vísindamanna íslenskra hafa leitt í ljós að eru fyrir hendi við landið. Hvernig ætla menn að verja þann fjölbreytileika í staðbundnum sértækum stofnum með því háttalega að gefa allt frjálst á veiði á tiltekinni lokaðri vík eða firði. Þannig að það er á þessum þáttum öllum mjög mörg sjónarhorn sem ber að skoða og ber að virða og fara varlega til. Stærsta áhyggjuefnið varðandi breytingarnar á fiskveiði stjórnunarkerfinu lúta því sem er að herja á okkur í dag. Það er bara afkoma fólks og fyrirtækja. Það er ekkert skrítið þó að menn rísi upp og gjaldi varhug við breytingum á grundvallar stoð í atvinnulífi landsbyggðarinnar. Ef á sama tíma ekki lagðar fyrir á hugmyndir það hvað á að taka við eða hvernig á að framkvæma þessar breytingar. Og það er lágmarkskrafa okkar sem byggjum þetta svæði að fara fram á það að við fáum svör við slíku. Í stjórnarsáttmálanum er sett fram að þessar breytingar eigi að taka gildi 1. september 2010. Það er rúmt ár í það og yfirlýsing forsætisráðherra í fjölmiðlum fyrir hálfu mánuði síðan gáfu það í skyn að þetta ætti að taka gildi þá. Það er rúmt ár í þetta og á þessu ári á að gera gríðarlega miklar breytingar sem varða grundvallar afkomu fleiri hundruð einstaklinga og fjölskyldna hér á þessu svæði. Þannig að það er mjög eðlilegt að spurt sig og það dugar ekkert að halda því fram hér úr ræðustóli eða í umræðum þetta mál að úthlutunin verði með sanngjörnum hætti. Hvernig á það að ganga upp? Ef að haft í huga að þeir sem ætla að úthluta þessu eru þeir sem settu kerfið á í upphafi og allir eru að tala að sé mjög ósanngjarnt. Ætlum við þá þessu sama fólki að hafa forgöngu það að setja á laggirnar sanngjarnar kerfi en þau gerðu þá. Ef að svo þá kallar maður eðlilega eftir því að þær hugmyndir séu settar fram. Þannig að þessari óvissu sem að fyrir liggur verði eytt. Og mesta óvissan og
ég vil segja áhrifin af þessu í dag eru þau að menn fara að draga að sér hendur í fjárfestingu, í viðhaldi, í nýráðningum og öðru því líku. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað sem að verðum aldur og ævi, það er langur vegur frá, en meðan að óvissan er svona mikil að þá eru óhjákvæmilega áhrifin af tilkynningunni að þetta skuli gert þessi. Og ég hefði álitið að það væri eitthvað allt annað sem við þyrftum á að halda í dag heldur en þetta. Önnur atriði sem að ég held að menn verði þá að horfa til líka í þessu sambandi er þegar að rætt er að þessari úthlutun hún verði gerð með þeim hætti í endur úthlutun eins og kallað er, verði endur úthlutað til 10-20 ára. Ég veit ekkert og þekki það ekki hversu langan tíma menn vilja hafa í öryggi fyrir því að geta stunda tiltekin atvinnurekstur. En 10-20 ár í mínum huga mjög skammur tími í ljósi þeirra fjárfestinga í það minnsta sem stærri fyrirtæki þessari grein er að leggja í. Og umræðan þetta er oft á tíðum bundin þessum stóru fyrirtækjum. Ætli við getum ekki áætlað að þau séu svona það sem kallast stór, einhvers staðar 15. Afkoma þeirra er mjög misjöfn í heildina til þokkaleg. Minni fyrirtækin 650 sem eru vel flest miklu verr stödd heldur en þessi svokölluðu stóru sægreifa fyrirtæki sem allir að tala Áhrifin á minni fyrirtækin eru ekki síður alvarlegri heldur en á stærri fyrirtækin. Og hvers vegna skildu þau vera svona illa stödd? Jú, vegna þess að útgerðar fyrirtækin, þessi litlu staðbundum fyrirtæki út all land, hafa orðið fyrir því á undanförnum árum að það hafi verið tilflutningur milli kerfa með þeim hætti að heimildir svona milli útgerða hafa verið skertar eins og stórútgerðarinnar og fært til smærri báta. Og hvað hafa þessi staðbundum fyrirtæki gert? Jú, samfélagsskyldunar hafa boðið þeim það að berjast í því að halda úti atvinnu í sínu byggðarlagi og þá hafa þau farið til þess að kaupa sér kvóta til viðbótar við það sem þau hafa haldið eftir skerðinguna og það hefur verið gert í skuldsettum kaupum. Þannig að minni útgerðin, minni fyrirtækin í útgerð og fiskvinnslu eru miklu verr stödd heldur en stærri útgerðir. Og ég held að sé rétt að hafa það í huga þegar að menn að verja það að fara varlega til breytinga á grunnstoð atvinnulífs á landsbyggðinni, þá er ekki verið að slá skjaldborg stórútgerð. Það er verið að hugsa heildarhagsmuni og menn skulu hafa það líka ríkt í huga hvernig þessu kerfi var komið á. Bæjarfulltrúi Kristján Þór Júlíusson og lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jóhannes Gunnar Bjarnason. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það er svona ýmsu við þessi mál að bæta eftir ræðu bæjarfulltrúa Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs. Sú ræða svo sem staðfesti það sem ég vissi fyrir, að hún frekar en aðrir í hennar flokki hafi ekki hugmynd hvað þeir ætla sér að gera. Ég ætla að vitna þessi í hennar mál með leyfi forseta. Hún er sannfærð það að kvótinn verði lánaður eða leigður á sanngjörnu verði. Hvort verður að lánaður eða leigður eða gefinn. Það er ekkert hægt að tala svona lagað í rekstri. Þess að hafa eitthvað fyrir sig hvað fólk er að tala með fullri vinningu bæjarfulltrúi Kristi. Við erum bara að tala þess rekstur að það er ekki hægt að tala svona að vera búin að ákveða það hvað á að gera. Og þessi ræða bæjarfulltrúan samfæra með enn betur það að það á bara að taka þetta kvótakerfi og skera það í sundur. Hvað á að taka við? Það veit enginn. Þessi ræða, hún algjörlega undirstrikaði það fullkomlega. Það er búið að tína til svona þessa vinsælustu frasaði gegnum árin til þess að kynda nú undir óánægjunni. Ég nefndi þessa galla held ég alla í minni ræðu sem hún tiltók hér áðan. Það verður eflaust, og ég vitni aftur í ræðu bæjarfulltrúa Kristínar, það verður eflaust sanngjörn úthlutun á þessum kvóta til þessara útgerða sem nú er í rekstri.
Var það ekki það sem var haft til viðmiðunar 1983 og 4 þegar var verið að reyna að úthluta þessum kvóta? Var ekki reynt að huga að því að fengju allir sem hefðu verið í rekstri? Ég veit ekki betur. Hvernig verður þetta öðruvísi núna? Bíða menn í röðum til að stofna útgerðarfyrirtæki, ætla að kaupa sér skip og fara í útgerð? Það er sök sér að vilja kollsteypa þessu kerfi, allt í lagi með það, en þá skulum við líka hafa á blaði til þess að kynna hvað á að taka fyrir í staðinn. Og það er þess vegna sem ég get bara ekki tekið þátt í þeirri afgreiðslu sem formaður bæjarráðs nefndi hér áðan. Ég get ekki tekið þátt í bókun sem er ekki neitt annað en það að biðja menn að fara nú varlega í þessa breytingar. Það er bara formið sjálft, aðferðafræðin sjálf sem ég get ekki tekið þátt í. Það er útilokað. Og eins og ég er búin að ítreka og sagði ítrekað hér áðan, það þarf að laga þessa stóru galla sem er á kerfinu, en ekki kollsteypa einhverju sem menn viti ekki einu sinni hvað er. Nú, ég ætla að bæta hérna við nokkru frá því ræðu minni áðan. Það hefur mikið verið rætt um leigukvóta og leiguliða. Hverjir er að leigja sér kvóta? Eru menn eingöngu að bera upp útgerðir á leigukvóta? Það þekkist, einstaka tilfellum. Það er ákaflega sjaldgæft. Það eru fyrirtæki sem eru í rekstri, sem eiga kvóta, sem er að leigja sér viðbóta kvóta til að drýja kvótaárið, drýja reksturinn, ekkert með endilega mikil framleið heldur til að halda sér að störfum lengri tíma á hverju ári. Það er stór skýring á þessu leigukvóta, þó ég sé ekki að réttlæta hans slíkan. Það er ekki þannig að þessu heil og hálfu byggðarlögin eða útgerðirnar sem eru algjörlega ofurseldar leigukvóta. Þannig við höfum það á hreinu. Ég ætla að varpa þeirri spurningu fram til bæjarfulltrúa Kristínar. Þeir einstaklingar og útgerðarfyrirtæki sem núna á síðustu misserum hafa fjárfest fyrir háar fjárhæðir í veiðiheimildum til að koma sér inn í þetta fiskveiðistjórnunarkerfi. Hvað verður gert við þessa aðila að hálfu ríkisins þegar fyrningaaðferðin hefst? Eiga þeir bara að gjöra svolítið að éta það sem út í frís og taka sitt gjaldþrot í bönkunum? Og hvað á að gera gagnvart bankakerfinu sem þarf að taka á sig alla þessa skelli þegar menn rúlla yfir? Það er fjöldinn allur á fyrirtækjum, útgerðarfyrirtækjum sem hafa keypt gríðarlega veiðiheimildir á síðustu 10 árum og eins og bæjarfulltrúi Kristján nefndi hér áðan, tók lán til þess að kaupa sér betur inn í kerfið, skuldsetti sig, eru jafnvel í fínu rekstri í dag, á bara að taka þetta burtu með pennastriki og segja, nú er þetta kerfi bara búið, það er byrjað að fyrna, þið getur bara gleymt því að þetta sé eitthvað sem að þið er eitthvað verma tí. Gera með sig eitthvað grein fyrir hvað áhrif þetta hefur inn í rekstur fyrirtækjana og bankakerfisins. Þegar verður farið sanngjarnt í það að lána eða leigja þennan kvóta. Hvort heldur sem það nú verður? Það er dálítið mikill munur á því hvort það verður lánaður eða leigður. Sýnir kannski enn betur hvurslags ráðaleysi fylgir þessum málflutningi. Nú, ég vil kannski ljúka máli mínu á þann hátt að fjalla aðeins um þessa bókun sem við ræddum í bæjarráði. Formanni bæjarráðs var fullkunnugt um það að ég satt hjá við atkvæðagreiðslu þegar að sú bókun var tekin fyrir. Ég get ekki tekið þátt í þeirri afgreiðslu sem að þar átti sér stað, einfaldlega vegna þess að þessi gjörningur sem við sjáum ekkert fyrir endan á hvað afleiðingar hefur ef framheldur, það get ég bara ekkert skrifa undir, ekki á nokkurn hátt. Og allra síst hér á þessu svæði sem að hefur svona gríðarlega mikið undir á okkar glæsilegu sjávarútvegsfyrirtæki hér við fjörðinn, fái bara að starfa áfram. Það er ekkert kvótabrask hjá þeim núna. Þeir eru bara í fullum rekstri með hundruður og þúsundir manna í vinnu. Við skila hér inn í okkar til dæmis bæjarsjóð, fúlgum fjár í formi skatttekna. Þannig að ég ítreka það í síðasta sinn, þessi aðferðafræði ríkisstjórnarinnar fyrningarleið án útfærslu á þessu tímapunkti er ábyrgðarlaust tal mikilvægasta atvinnuveg þjóðarinnar í dag og því fyrr sem að kemst einhver botn í þessi mál, ég trú ekki öðru, sama hversu þvermóðskufullir menn verða, en að menn sjái
á yfir líkur að þessi leið algjörlega óframkvæmanleg. Hvort sem það eru forsvarsmenn fyrir stéttir sjómanna, útgerðarmenn, sveitarstjórnarmenn, stjórnarmenn í fyrirtækjum sem reyna að bregða ljósi á staðreyndir málsins þannig að menn átti sig á afleiðingunum, þá hættir ríkisstjórnin við þetta. Ég bara trú ekki að þetta gangi alla leið, því að afleiðingarnar sem hér hafa verið settar í staðreyndum, þær eru hrikalegar. Og í allra síðasta sinn, ég veit þessa galla, þeir voru nefndir hér áðan í minni ræðu, í ræðu bæjarfulltrúa Kristjáns, þeir eru og hafa verið blettur á þessu kerfi. Það afskaplega auðvelt að stilla þessu alltaf upp að setja þetta í þessa stöðluðu vondu frasa neikvæðina. Það þarf að breyta kerfinu sem slíku, ekki umpólaði þannig að allur atvinnuvegur settur á hliðina. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti góðir bæjarfulltrúar. Já, þetta grafalvarlegt mál, en ég trúi því ekki að bæjarfulltrúi Jóhannes G. Bjarnason trúi því að það sé markmið ríkisstjórnarinnar að umpóla atvinnuveginn og skella honum á hliðina. Mér alveg lífsins ómögulegt að trúa því að hann trúi þessu. Og ég veit ekkert frekar en hann, ég ekki í ríkisstjórninni reyndar. Það vill svo til og ég get ekkert svarað alveg endanlega fyrir hana. Og það bara svo að ég algjörlega sammála þeim bæjarfulltrúum forseta bæjarstjórnar Kristjáni Þór Júlíussyni og bæjarfulltrúa Jóhannesi Gunnari Bjarnasyni það að óvissa eitt það besta sem að býr við. Og ég svo framalega sem ég geti komið hér fram með nokkur hughreysingarorð, þá það þannig að ég trúi því statt og stöðugt að vilji ríkisstjórnarinn hann sé svo ríkur til þess að vernda sjávarútveginn en jafnframt að taka kvótakerfið til gagngerrar endurskoðunar. Og þar með þessa snöggu bletti sem við erum öll sammála eins og framsalið. Og þegar að ég segi að þetta verði annarkvort lánað eða leigt, þá horfi ég á hefðir og veiðireynslu og ýmislegt annað. Ég hef ekkert leyfi til þess nema fyrir mína eigin hönd, fyrir mína hönd og vandamanna eins og það stendur, alls ekki fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Það geti alveg fullvissaðan að segja það að þetta verði farið öðruvísi í það heldur en að það verði gert mikilla sanngirni, en það verður að rífa þetta úr þeim klóm að þetta sé að verða hefðar eignarréttur. Við eigum eigum auðlindir sjávar, við eigum allan þann líffræðilega fjölbreytileika sem þar og alla þá stofna og við eigum saman andrúmsloftið og vatnið og við skulum bara tryggja það að svo verði. Og ég hef bara ekkert þetta meira að segja annað en það að ég vona vel takist til. Takk fyrir. Helena Karlsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég sammála þeim sem hafa komið hérna upp áðan og rætt mikilvægi þessa máls og væntanlega mun þetta mál verða rætt núna það sem núna á komandi mánuðum og næsta árið og verða mjög heitt mál. En í mínum huga hefur framsalshluti kvótakerfisins verið eitt mesta óréttlæti Íslandssögunnar. En það var hins ekkert óeðlilegt á sínum tíma þegar veiðar voru takmarkaðar að þeir sem höfðu stundað veiðar fengi útlutuðum veiðirétti þar sem að þeir höfðu stundað veiðar áður og veiðirétturinn eru byggðir á þeim veiðum og veiðireynslunni. En það var fyrst þegar að framsalið var heimilað að óréttlæti byrjaði og svo síðan það sem að það hefur leitt af sér. Þannig í rauninni framsalið meinsemdin í núverandi fiskveiðistjórnarkerfi. Þessar varanlegu aflaheimildir sem hafa undanfarin 1,5 áratug hafa verið vettvangur fyrir spákaupmennsku og eignabólu. Útgerðir hafa skuldsett sig langt fram úr hófi gegn veðsetningu kvóta
og ætla má við núverandi aðstæður að þá getur fjöldi sjávarútvegsfyrirtækja lent í eigu bankastofnana. Menn hafa getað framselt kvótann og farið út úr greininni með milljarða á milli handana og við þekkjum öll slík dæmi. Fjármunirnir sem fluttir hafa verið úr greininni hafa lítið nýst landsbyggðinni til að hafa mestu farið í fjárfestingar á höfuðborgarsvæðinu eða jafnvel erlendis. Framsalið hefur einnig leitt af sér gríðarlega skuldaaukningu í greininni og talar að útgerðarfyrirtækin skuldi í 500 milljarða og spurningar hvort skuldasöfnun hafi ekki styrkt frekar höfuðborgarsvæðið en sé baggi á landsbyggðinni. Sumir vilja meina að rót fasteignabólunar á höfuðborgarsvæðinu með að hluta rekja til kvótaframsalsins. Ég ætla ekki að fullyrða það en sú skýring ekkert ósennilegri en hver önnur. Í mínum huga komin tíma á breytingar. Það mikil óánægja með núverandi kerfi. Meirihluti landsmanna samkvæmt könnunum vill sjá breytingar og eins og staðan í þjóðfélaginu í dag og þá lag til að breyta. Ég vil sjá réttlæti í þessari grein sem á öðrum atvinnugreinum og að auðlindanýtingi sé réttlátt og byggja á réttlátu kerfi. Það brýnt réttlætismála í stjórnarskrá verði sett inn ákvæði að fiskistofnarnir umhverfis Íslands séu sameign þjóðarinnar og að úthlutun aflaheimilda sé tímabundinn afnotaréttur en myndi ekki eignarrétt. Það geta ekki fáir einstaklingar átt auðlindir hafsins og það á ekki að vera hægt. Það hefur lengi verið deilt og við deilum það hér hvaða leiðir eiga að fara og við getum deilt þetta í mörg ár og í marga áratugi. Og eins og hér hefur komið fram, þá og mun sjávarútvegurinn gegna lykilhlutverki í endurreisn atvinnulífsins og þess vegna nauðsynlegt að skapa greininni sem best rekstrarskilyrði og treysta rekstrargrundvöllinn til langs tíma. Til að svo megi verða nauðsynlegt og komið tími til að endurskoða lögin fiskveiðistjórnarkerfið og skapa það sátt. Eins og ríkisstjórnin leggur upp með endurskoðunina þarf að stuðla að vernd fiskistofna, stuðla að hagkvæmari nýtingu auðlinda, treysta atvinnu, efla byggð í landinu, skapa sátt meðal þjóðarinnar eignarhald og nýtingu auðlinda sjávar og leggja grunn að innköllun og endurráðstöfun aflaheimilda á 20 ára tímabili. Endurskoðunin á að vinna í samræmi við hagsmunaaðila og skapa sátt kerfið. Bæjarfulltrúi Jóhannes ræddi hérna 5% af fyrningu á hverju ári. Það stendur hvergi í stjórnarsáttmálanum að það eigi að fyrna aflaheimildir 5% á ári. Það bara að tala að þetta eigi að gerast á 20 ára tímabili, væntanlega skref fyrir skref, en það hvergi talað einhver prósentu hlutfall sem það eigi að gerast. Hann ræddi líka og vitnaði í útgerðarfjölskylduna á Rifi sem skrifaði grein í Morgunblaðið að mig minnir sunnudaginn síðastliðinn. Þau töluðu líka framsalið og það sem það hafði leitt af sér og þau vildu skapa sátt fiskveiðistjórnarkerfið akkurat nákvæmlega það sem ríkisstjórnin ætlar sér að gera. Mikill hræðsluáróður hefur verið í gangi og ég segi mikil ábyrgð þeirra sem hafa komið honum af stað. Það ábyrgðarhluti að slá fram órökstuddum staðhæfingum og sleggjudómum. Menn hafa verið með upphrópanir dauða og djöful í fiskveiðistjórnarkerfinu ef að það verður endurskoðað og aflaheimildir innkallaðar. En málið menn vita ekkert hvað þeir að tala þegar þeir að hrópa upp. Það búið að boða samráð og sátt, en það greinilega ekki það sem þeir vilja sem hafi verið með bölmóðin. Þeir vilja óbreytt ástand sérhagsmuna, en í mínum huga það algjörlega óásættanlegt. Bæjarfulltrúi Jóhannes talaði hérna óvissuna og það væri erfitt að vita ekki hvað biður þeirra. Það alveg rétt, en við erum líka öll í óvissu, öll þjóðin í óvissu, við vitum ekkert hvað biður okkar handan við hornið. Við erum öll í sömu stöðu. Mikið við rættum, og maður heyrir það mikið, að það eigi bara að taka kvótann úr höndum þeirra sem að telja sig eigan. Sterk útgerðarfyrirtæki, til dæmis eins og Brim og Samherji, segi ég, þau þurfa ekkert að óttast vegna þess að þau hljóta að hafa ákveðið forskot. Og samkeppnishæfni þeirra og á að vera, og ég ætla það að hún sé góð. Og það ekki þar með sagt, varðandi úthlutun og aflaheimildum, að þeir fá ekki úthlutaðar heimildir. Ég myndi telja það afar líklegt að svo myndi verða. Og svo spurning þegar að kemur að innkölluninni
hvort það ekki komið til móts við útgerðirnar á þann hátt að þeir myndi ekki þurfa að greiða þetta leigugjald, heldur fengi úthlutað án gjalds. Hins vegar vitum við það ekki vegna þess að þetta hefur ekki verið útfært. En í mínum huga, og ég hef alltaf sagt að í breytingum þeim felast tækifæri. Og það gerir það líka í þessu máli. Og það er mín skoðun og ég er sammála því að nú eiga menn að setjast niður og skoða hvað er í boði. Og það hefur rétt það sem komið hefur fram, það hefur ekki verið kynnt hvernig fyrningarleiðin verður útfærð. Og ástæðan er svo að menn vilja hafa það samráð við LÍU, við útgerðarmenn, við sérfræðinga, við stéttarfélög og við alla þá sem að þessum málum koma. Og ég myndi segja að það væri góð stjórnsýsla. Nákvæmlega með sama hætti hvernig meirihluti bæjarstjórnar Akureyrar fór með og vann fjárhagsáætlun bæjarins. Það var góð stjórnsýsla og þá voru líka allir kallaðir til og leita lausna. Og þess vegna er ég líka fullviss um það að það finnst leið sem skapar sátt. Það hefur líka verið talað að menn missi vinnuna, sjávarbyggðir leggist af. Í mínum huga þá er þetta ekki rétt. Vegna þess að fiskurinn hann verður veiddur áfram, nýliðun verður gerð möguleg, mannaflinn, starfsmennirnir til staðar, frystihúsin til staðar, tækin og tólin, hugsanlega færist kvóti aftur til byggðarlaga sem að hafa ekki kvóta vegna þess að kvótin hefur verið seldur. En núverandi kvótakerfi, það er bara ekkert garantí fyrir því að byggð og atvinna haldist í byggðarlögum. Eins og dæmin hafa sýnt, þá er alltaf svo möguleiki fyrir hendi að kvótin verði seldur í burtu og hvað gerist þá? Það þarf ekki að segja ykkur að vegna þess að þið viti nákvæmlega hvert svarið er. En í mínum huga er 20 ár langur tími og það gefur svigrúm til hagræðinga og aðlögunar. En ég vil ekki líta á þetta sem einhver dauða framundan, ég vil hins vegar líta á þetta sem tækifæri og ég treysti því að þeir sem að koma að þessu borði, að þeir munu ná sátt og samkomulagi þessi mál, því að það er nauðsynlegt og við verðum að gera það núna og nú er lag. Takk. Víðir Benediktsson tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég byrja að lofa heilinu því að bæjarfulltrúa heilinu að það verður aldrei fullkomin sátt þetta kerfi og það næst aldrei. En ég er búinn að hlusta hérna með athygli á þessu umræðu og hún er að mörgu leyti skemmtileg og mörgu leyti bara alls ekkert skemmtileg. Því að þegar kemur að málefnum eins og stjórnun fiskveiða að þá steinliggur það alveg að þessi stefna eins og hún hefur verið rekin undanfærin ár er gjörsamlega gjaldþrota. Og hvort að leiðin sem að ríkisstjórnin er að boða núna með þessari fyrningaleið er svo rétta skal ég ekki segja og hef reyndar ákveðnar efasemdir það, en hitt veit ég fyrir víst að eins og er verið að vinna eftir þessu kerfi í dag, það er gjörsamlega út úr kortinu. Fyrir daga kvótakerfisins, eins og bæjarfulltrúi Jóhannes nefndi, þá voru reyndar aðra leiðir, það var skrafdagakerfið, svo var reynt sóknarmark, reyndar samhliða aflamarkskerfinu og það var valmöguleikið þarna á milli, illu heilli var sóknarmarkið tekið út aftur. Ég held að hefði verið betra á þeim tíma að taka aflamarkið út og halda sóknarmarkinu eins og Færeyingarnir hafa gert og nota dagakerfið. En það sem við sitjum uppi með í dag er nánast gjaldþrota þjóðarbú. Fyrir daga kvótakerfisins vorum við að veiða 300, 350, 400 tonn af þorski. Ef við förum lengra aftur í tíma þegar Bretar, Þjóðverjar, Belgar og fleiri þjóðir veiddu Ísland ásamt okkur, þá fór aflinn yfir 500.000 tonn í þorski. Mig minnir árið 1956 að það hefur verið veitt hér það bil 550.000 tonn af þorski. Stofninn liðu þetta allt saman af. Í fyrra var aflaheimild í þorski úthlutað 130.000 tonnum. Þetta er árangur fiskveiðistjórnarkerfisins sem átti að vera til að byggja upp þorskstofnum.
Ef einhver fær færri kartöflur upp úr garðinu sínum en að setja niður, þá ég ekki viss að setja niður aftur í sama garðin. En það erum við búin að gera hérna undanfarin ár og ár eftir ár eftir ár. Það sem er ömurlegast við þetta kerfi út frá þessu hagfræðilega sjónarhorni, eins og menn hafa nú viljað tala mikið en gleyma því oft þegar verið að tala kvótakerfið og fiskveiðistjórnarkerfið, að við erum að tala kerfi til að byggja upp fiskstofna en ekki einhverja millu fyrir einhverja nokkra einstaklinga til að kaupa og selja og græða á víxl. Þetta vissulega sameign þjóðarinnar eins og stendur í 1. grein fiskveiðistjórnarlagana að kvótin sameign íslenska þjóðarinnar og tímabundin úthlutun veiðiheimildar, hún myndar engan eignarrétt. Og þó að þetta standi í núverandi stjórnarsáttmála, þeir alveg geta sleppt í að setja þetta inn, því að þetta stendur skýrum stöfum í fiskveiðistjórnarlögunum. Það versta sem hefur gerst í þessum bransa var þegar veðsetning á aflaheimildum var heimiluð. Við höfum talað hérna framsal, það var mjög slæmt á sínum tíma. Leigan, þetta mjög slæmt. Veðsetningin það alversta. Svo við vitnum nú í frægan speking upp í háskóla sem að sagði að þar hefði dautt fjármagn aldeilis lifnað við. Og menn hafa veðsett aftur og það hafa myndað spírala áhrif, þannig að nú hver einasti 10 kíló af þorskur sem inn í kerfinu sem á veiða með 40.000 króna veð á bakkinu. Þeir sem að hafa heimildirnar í höndunum á sér núna, það útgerðir sem að hafa veiðiheimildirnar núna, halda þessum heimildum nánast í gíslingu í krafti þessara skulda og þessara veða. Og spurningin bara hvort við eigum að sætta okkur við að svo sé, eða hvort að við eigum á einhverjum tímapunkti að brjótast út úr þessu kerfi. Formaður LÍÚ talar iðulega stöðuleika. Stöðuleikin sá að greinin á hliðinni með 600 milljarða í eftirdragi. Staðan þannig að flotinn ekki endurnýjaður í dag. Við erum að sækja fisk á hundgömlum skipum, áratugagömlum skipum. Við erum að sjá í dag 30-40 ára gömul skip, meðan að nágrannaþjóðir okkar skarta hér glæsi fleitum sem við þurfum ekki annað en að fara niður í slipp til að sjá erlendu skipin koma hérna til viðgerðar og viðhalds. Við eigum ekki svona skip. Þetta afrakstur kvótakerfisins. Ég samþykki enga bókun hérna nema hún verði á þá leið að kvótakerfið og fiskveiðistjórnarlögin verði tekin í heildarnaflaskoðun frá A til Z og aðferðafræði Hafrannsóknastofnunar verði líka tekin í gegn. Því það mín skoðun og hefur verið það mjög lengi og margir kollegar mínir í minni stétt eru mér sammála það að sú stofnun á hreinum villigötum. Því það alveg sama hvað þeir koma með svarta skýrslur. Sjómennirnir finna alltaf fisk og hafa alltaf gert. Og það vantar svo óbúslega mikið upp á að þeim beri alltaf saman. En það hefur alltaf verið farið þannig að nálgast það með því að gera málstað sjómanna og það sem þeir hafa fram að færa nánast að engu og jafnvel útrópa það sem glæpamenn sem henda öðru hverju fiski í sjóinn. En ljósi punkturinn í þessu segi ég, að við höfum ennþá full yfirráð yfir auðlindum í kringum Ísland. Við getum ennþá breytt þessu kerfi og við getum ennþá farið að stjórna þessu þannig að meira vit sé í því, meiri sanngirni.
En það eru blikur á lofti með það líka. Ef að við dettum inn í Evrópusambandshúpuna, því að þó að illa sé stjórna hér á Íslandi, þá fiskveiðistjórnarkerfið þar ógn og skelfing. Og þar eru menn bókstaflega með allt niður sig. Miklu verr heldur en við. Ég heyrði að vísu forsætisráðherra hæstvirtan segja í gær að Íslendingar yrðu leiðandi fiskveiðistjórnarkerfi Evrópusambandsins færum þangað inn. Hún sjálfsagt trúir því að 3 Íslendingar á 700 manna samkomu gegn Frökkum, Spánverjum, Pólverjum og öllum, þeir geti bara velt þeim á hliðina og farið að segja þeim hvernig eigi að fara því að veiða fisk og stjórna. En ég veit það að ef að við missum þessa auðlind inn í Evrópusambandið, þá erum við líka búin að missa hana fyrir fullt og allt og náum henni aldrei aftur. Og það er umhugsunarefni. Ég hlustaði á forstjóra stækkunar, hvað kallaði það, stækkunarstjóra Evrópusambandsins segja fullum fettum: Íslendingar get ekki vænst neinna undanþágu, það verða engin frávik og þeir verða að gjöra svo vel að laga sig að fiskveiðistjórnun ESB. Við getum ekki lagað þessa stefnu eftir að við erum komið þangað inn. Þá erum við föst í hítinni. En 130.000 tonn eins og er reyndar komið í 160.000 tonn aftur, fiskistofn hefur, þorskstofnin hefur þann eiginleika hann á það til að vaksa á kosningaári. Og ég man eftir þegar Davíð Oddsson fann 10.000 tonn einu sinni rétt fyrir kosninga. En 130.000 tonn var það fyrir ári síðan, það er 160.000 tonn í dag. Við höfum séð afla upp á 200, upp 300.000 tonnum meiri án þess að stofnin hafi nokkuð farið á hliðina. Bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú fer að færast fyrir í leikinn þegar að fara að minnast á Olli Rehn hér í Bæjarstjórnarsal. Og ég býð nú bara eftir því að þegar við ferum að taka þessa ESB-umræðu hér inni, þá held ég þurfum nú að fara að lengja þess fundatíman og en við skulum halda okkur við sjávarútvegsmálin og ég held að við náum ekkert samstöðu hér í dag um bókun. Og ég tek nú undir tillögu formanns bæjarráðs sem að vísa þessu aftur heim í hérað, fara aftur yfir þetta mál þar. Þetta þarf umræðu, það er alveg fullkomlega eðlilegt að í útgerðarbænum Akureyri verða teknar nokkrir fundir um þessi mál. Ég átti þess kost og var stödd í karfavinnslu á Grundarfirði þegar þið voruð að funda þessi mál á fimmtudagsmorguninn. Afar athyglisverð heimsókn og einmitt í fyrirtæki sem áður fyrir störfuðu 20 manns í móttöku og flökun karfa en núna voru þeir 2. Þannig að það er ekki bara breytingar af kvótakerfinu, heldur það er líka svo fjárfesting í tækjum og búnaði sem að sjávarútvegurinn hefur svo sannarlega fjárfest í sem hefur skilað þessu hagræði. Og þessi bókun sem bæjarráð samþykkti er mjög landsföðurleg og mildileg. Ég gat samþykkt hana út af því að það stóð hvergi fyrningarleið. En þetta snertir svo sannarlega sem sagt manns innsta kjarna þessar hugmyndir og ég held að sú leið sem að bæjarfulltrúi Helena boðaði og vitnaði meðal annars í stjórnarsáttmálann, hún verði að vera þá sáttaleið sem að byrji með autt borð, með autt blað. Að það sé ekki farið af stað með þessa hugmynd án útfærslu eins og raunin er og freista þess eftir það að þessi hugmynd er komið fram að ná sátt. Ég hef verið alveg áhyggjur af þessari leið og mér sýnist það endurspeglast í bókun sveitarstjórna vítt og breytt um landið og hagsmunaaðilar eins og bæjarfulltrúi Jóhannes kom inn á. Þannig að þetta er mál sem að snertir kjarna hvers bæjarfélags, sérstaklega í útgerðarbæ eins og Akureyri og í Dalvík Dalvík. Það er ekki. Og á Snæfellsnesi var þetta töluvert rætt, þannig heimsóttum við 2 útgerðir og vorum að fara yfir málin. Og þar á meðal kom til tals þessar strandveiðar, þessi rómantíska hugmynd sem að fjármálaráðherra varpaði fram í kosningabaráttunni, sem þáverandi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra. Það mun hafa alveg gríðarleg áhrif á landsvæði Íslands eins og Snæfellsnes, þar sem er langt á miðin, það er tekin aðeins byggðakvóti og þeir geta ekki með nokkur móti sinnt strandveiðum.
Þannig að þarna þó ég gæti hagsmuna Eyjafjarðar, þá enga á síður hefur áhyggjur af Íslandi öllu í þessu tilviki. Og þar að ekki eru strandveiðarnar heimilegar meðan fiskvinnslufyrirtækin sem er lokað með tölu og farið sumafrí. Þannig að hver á að vinna fiskinn? Og eins og þetta og margt annað er óútfært, órætt og óklárað. Og það er afleitt fyrir bæjarstjórn að taka afstöð til svona mála sem eru ennþá á frumstigi. Og við getum ekki tekið afstöð, það er búið að fara hérna vítt og breytt aðferðafræðina, væntanlega útfærslu, væntanlega loforð. En ég tek undir það sem hér hefur komið fram, það er erfitt að tala þetta þegar að þetta er í hálfgerðri holtaþúk og algjörlega óútfært og órætt. En ég held að lendingin hér í dag verði að vísa þessu aftur í bæjarráð og við höldum áfram með það umræðu hér. Við getum kallað til okkar fleiri aðila þess vegna þann fund, önnur sjónarmið sem eru hér í þessum bæ. Þannig að þetta er mál sem ég til brýnt að halda vakandi. Málsegjandi lýkur umræðunni. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðu bæjarfulltrúar, hefur þakka fyrir þessu umræðu sem hefur verið mjög upplýsandi á margan hátt, ekki síst það sem að enginn veit í þessu máli. Það er þó rétt kannski að leiðrétta nokkur atriði sem að hér hafa komið fram. Ég vil nú byrja á því til dæmis að bera hönd fyrir höfuð fjölskyldunar á Rifi sem bæjarfulltrúi Helena minnst þér á þann. Hún hefur algjörlega miskilið þessa grein. Þau voru að tala það út frá sínu rekstri, hvað myndi breytast ef farin yrði þessi leið sem talað Þau hafa margoft talað það og fleiri aðilar að breyta þessu framsali. En við skulum í almáttugs bænum ekki taka þessa aðila sem að á mjög yfirvegaðan, á mikilli þekkingu, á kurteisislegan hátt bentu ríkisstjórnarflokkunum á að þessi leið er ófær. Og þó að með taka eina setningu út úr varðandi einn lið í kvótamálinu, þá eru þetta ekki aðilar þeim með við borðið sem styðja þessa aðferðafræði. Það er alveg ljóst. Bæjarfulltrúi Helena minntist líka á óvissu í þjóðfélaginu. Það er hverju orðið sannara. Hún er gríðarlega mikil. Og það er það síðasta sem við þurfum á að halda akkurat núna, það er að búa til meiri óvissu. Það er sennilega aldaprasta aðferðafræðin í því ástandi sem nú er. Ef, og eins og ég sagði áðan, sök séð væri ef menn hefðu útfærðar tillögur fram að færa, hvernig þetta breyta þessu, og menn hefðu eitthvað að ræða hvernig útfærslan yrði, verður þetta lánað, verður þetta leigt, verður þetta selt, það veit enginn. Það veit enginn við hvaða drauga hann er að fást. Þess vegna er málið svona ofboðslega slæmt akkurat núna. Ég hef margoft í þessu máli mínu varpað fram hérna spurningum hvernig verði brugðist við þeim aðstæðum hjá einstaklingum og fyrirtækjum sem hafa verið að koma sér inn í þetta kerfi undanfarin ár með því að kaupa veiðiheimildir. Nú á að taka þessa veiðiheimildir aftur. Það er aukaatriði í málinu hvort það verið 5% eða einhver önnur prósent, þá að taka þetta frá fyrirtækjunum á ákveðnum árum og það fjármagn sem menn hafa lagt í kaup á þessum heimildum, hvað á að gera? Ég auglýsti sérstaklega eftir þessu í máli mínu áðan. Auðvitað hafa menn engin svör. Það er ekkert búið að fara þessa leið út á enda. Það veit enginn. Það er verið að setja þarna í fjárhættu undirstöðu atvinnuvega þjóðarinnar. Útfærslan er bara ekki til. Svona vinna mig bara heila ekki. Ég er sammála bæjarstjórum það að ég átti nú síst vona því að stækkunarstjóri ESB kæmi hér til umræðu í þetta, en það var ákveðinni ástæðu og það sýnir kannski best undarleg heitin í þessu máli að forsætisráðherra virðulegur, hún tjáði þjóðinni það að hún stemdi að því að Ísland er leiðandi aðili í mótun sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Samstarfsflokkurinn í ríkisstjórn vill ekkert fara í Evrópusambandi. Það er nú til þess að gera þetta mál með enn meiri ólíkindum. Það er talað að við verum leiðandi afl í álfunni, stjórn fiskveiða, meðan að hinn handleggurinn segir við viljum alls ekkert gangi í hennar klúbb. Hljóma traustakennandi, ekki satt. Ég vona á allra næstu vikum þá sjáu til lands í þessu máli að menn finni málinu einhverja þá lendingu að það sé hægt að fara að vinna með einhverja staðreyndir.
menn tala að þurfa að breyta þessu kerfi. Ég er sammála því upp að vissu marki. Bæjarfulltrúi Víðir nefndi hér áðan að kvótakerfi væri gjaldþrotakerfi, nefndi hér fjölmörg atriði sem að ekki væru kerfinu til framdráttar nema síður væri, en hann nefndi ekkert annað kerfi. Og það er oft hængurinn á þessu. Það er oft talað það að þetta sé handónýtt kerfi, en hvar eru hugmyndafræðin á móti? Akkurat núna stendur til að kollvarpa þessu kerfi, og hver er hugmyndafræðin? Það veit enginn. Málið er hins vegar það að við munum ræða þetta eins og hér hefur komið fram áfram inn í bæjarráði og finna á því flött hvernig við komum okkar hagsmunaaðilum hér til sem mestrar hjálpar. Það er okkar hlutverk í þessu máli. Víðir Benediktsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég bara leiðrétta það sem að bæjarfulltrúi Jóhannes sagði að ég hefði ekkert nefnt neitt. Ég nefndi nánast í upphæfi máls míns að hér hefði verið sóknarmarskerfi sem að hefði illu heilli verið tekið af. Ég nefndi líka hvaða veiðaðferð Færeyingar væru að nota og þeir eru í góðum málum. Þannig að það er bara ekki rétt að ég hafi ekki nefnt neina leiður og ég er alveg sannfærður það að sóknarmarsleiðin sem að ég kom inn á hérna áðan hefði verið miklu betri leið ef hún hefði verið látin fljóta en ekki aflamarkskerfið. Þetta sagði ég ræði minna á. Umræði lokið. Það hefur komið fram hér tillaga bókun sem er svo hljóðandi: bæjarstjórn Akureyrar skorar á ríkisstjórn Íslands að endurskoða þau áform sín að fara svokallaða fyrningarleið í úthlutun fiskveiðikvóta gagnvart útgerðarfyrirtækjum á Íslandi. Flestum ber saman að núverandi kvótakerfi er gallað og mun eðlilegra að sníða þá vankanta af en fara þessa leið. Rekstrar grundvöllur og áætlanir eru í uppnámi vegna fyrirhugaðra breytinga og við slíkt getur undirstöðu atvinnuvegur þjóðarinnar ekki búið til lengri tíma. Undir þetta skrifar og flutti Jóhannes Bjarnason. Það kom fram tillaga að vísa þessari tillögu bókun til bæjarráðs. Þeir sem gefa þeirri tillögu atkvæði sitt gefi merki. Endaka atkvæðagreiðsluna. Einhver á móti? Tillagan er samþykkt með 7 atkvæðum, 4 sitja hjá.